Komið þið sæl aftur. Eftir að búið var að fara svona illa með Mulla Sadiq, urðu hann og Kudús að yfirgefa borgina. Borgarstjórinn vildi ekki leyfa þeim að vera lengur í borginni, því að hann óttaðist að fólki færi að trúa á boðskap babsins og myndi snúast gegn sér. En þeir höfðu ekkert á móti því að fara, vegna þess að þá gátu þeir flutt boðskapinn á nýjum stað. Þegar þeir höfðu yfirgefið borgina, ákvað illgjarni borgarstjórinn að taka babinn til fanga, svo að hann geti heldur ekki tala við fólkið. Hann sendi því flokk hermanna til að leita að honum. Þeir áttu að koma með hann, hlekkja hann tilbaka. Allt í einu komu þeir auga á ungan mann með grænan turban. Hann var ríðandi á hesti og þjónn hans gekk fyrir aftan hann. Þegar hermennirnir, sem voru ríðandi, komu á móts við unga manninn, heilsaði hann þeim og spurði þá hvert þeir væru að fara. Foringi hermannanna áleit að það væri best að segja þessum ókunna manni ekki á hvaða ferðalagi þeir væru. Því sagði hann aðeins að þeir væru að reka erindi fyrir borgarstjóran. Ungi maðurinn brosti og sagði: Borgarstjórinn hefur sent yður til að taka mig fastan. Hér er ég. Gerið við mig það sem yður þóknast. Ég kom út til móts við yður til að auðvelda yður að finna mig. Hermaðurinn varð furðu lostinn þegar hann heyrði babinn segja þetta. Hann skildi ekki hvers vegna babinn hafði ekki flúið í burtu þegar hann sá þá. Hann langaði ekki til að taka hann fastan, svo hann lét sem hann hefði ekki heyrt þetta og ætlaði að fara í burtu. En babinn kom til hans og tjáði honum að hann segði aldrei ósatt. Hann vildi einungis hjálpa fólki. Ég veit að þér eruð að leita að mér, sagði hann. Ég vil frekar gefa mig sjálfviljugur yður á vald, heldur en að baka þér og félögum þínum óþarfa óþægindi mín vegna. Hermaðurinn var svo gagntekinn af þessum orðum að hann steig af baki hesti sínum og kyssti ístöðin á hnakki hestsins sem babinn reið. Hann grátbað babinn að flýja og láta ekki illgjarna borgarstjóran taka hann fastan. Hann sagði honum að hann gæti treyst þeim öllum til að segja ekki neinum frá því hvert hann færi. En babinn neitaði að flýja. Hann fullvissaði hermanninum að Guð myndi launa honum fyrir góðvild hans. En hann gæti ekki hugsað sér að flýja. Hann sagði honum að Guð myndi vernda hann og að enginn gæti gert honum megin fyrr en hann væri búinn að ljúka ætlunarverki sínu. Þegar hann hefði lokið því, myndi hann glaður fórna lífi sínu fyrir Guð, sem hann elskaði heitt. Hér er ég, sagði hann. Afhendið mig húsbónda yðar. Verið eigi hræddir, enginn mun áfellast yður. Þeir lögðu nú á stað til borgarinnar. Hermennirnir vildi ekki hlekkja babinn. Hann reið alla leiðina fremstur í flokki á undan hermönnunum, jafn frjáls og þeir. Þegar þeir komu til borgarinnar, lagði borgarstjórinn margar spurningar fyrir babinn og talaði óvingjarnlega við hann. En fólkið kunnu illa við það. Borgarstjórinn þorði ekki að gera neitt sem fólkinu geti mislíkað, svo að endingu sleppti hann babnum. En hann skipaði frænda babsins, sem átti heima í borginni, að greiða hátt lausnargjald fyrir hann. Hann þvingaði hann líka til að undirskrifa skjal sem ástóð að ef borgarstjóri myndi einhver tíman vilja láta taka babinn aftur, skuldbindi frændið sig til að afhenda honum hann. Móðir babsins og kona hans bjuggu hjá frændanum. Þau voru ákaflega glöð að fá babinn aftur til sín. Í nokkur tíma
bjó hann hjá þeim í friði og ró og hitti enga aðra en sína nánustu vini.